núna dæmi í kafla 14.5 sem nummer 7. Þar við að heilda yfir rúmmálið r fallið x pluss z í öðru djöfað. Og r hluturinn minn sem sagt píramidi sem ég gefa með þessar formúli. Z stærra eftir 0 og z minna en 1 mínus tölugildi af x mínus tölugildi af y. Og þegar maður reyna að sjá þetta fyrir sér hvernig þetta lítur út alls saman, þá getur maður að pröfa að setja inn einhverja punkta og sjá hver þetta liggur. Til dæmis sjá ef að x er 0, þá z 1. Og þá ég hérna. Þannig að til dæmis á þessum píramida hnitið 0,0,1. Það liggur hér. Og ef ég læt x vera 0 og y vera 1, þá sjáum við að z 0. Það með 1 mínus 0 mínus 1, þannig að z 0. Sem sagt ég líka með punktana til dæmis 0,1,0 og 1,0,0. Tveir aðri punktar, þannig ég get merkt á hérna hérna ég 1,0,0 það fer 1 út hér, þá ég í 0,1,0. Þannig að píramidin fer hérna liggur svona og svo eins ef ég seti inn mínus 1 hérna eða mínus 1 hérna, þá fæ ég sömu z-hnitin. Þannig að þetta liggur eins í öllum fjórðungum. Ég teikna þetta hérna í fyrsta fjórðungnum, en þetta eins í hinum 3 fjórðungum. Og þegar ég segi fjórðungur, þá ég meina fjórðunguna sem fyrir ofan x plani. Z stærri 0 og svo x og y stærri 0, x og y minni 0 á móti og svo framvegis. En þetta þessi hérna hlutur sem ég teiknaði 1/4 af píramídan mér. 1/4 af píramídanum R. Hann liggur þarna. Nú ætla ég að fara að heilda. Og nú það mjög mikilvægt að geta notfært sér þetta með jafnstæð og oddstæðföll. Tökum hérna, skiptum þessu upp í 2 hluta. Tökum hérna x í djafaf yfir svæðið R og við tökum, hlutin R, set í öðru djafaf yfir R. Nú, hérna sjáum við að vera með oddstætt fall. Þannig að þetta hér verður 0 og nú þurfum við að rökstuða það. Því x oddstætt x jafnt á 0 til dæmis. Ég hefði líka getað sagt y jafnt á 0. Og hluturinn minn R sem ég að heilda yfir symmetriskur eða samhverfur. Samhverfur eða samhvert x jafnt á 0 og reyndar y jafnt á 0. Þannig að það sem ég fæ hérna í pósitífum, það verður neikvætt það sem ég fæ, það sem uppslutun neikvætt en x pósitíft og framvegis. Þannig að við erum búin að afgreiða þennan hluta heildisins. Nú skoðum við þetta hérna, en þá erum við með set í öðru og við þurfum að heilda yfir allan píramídan, ekki bara hérna 1/4. En set í öðru ekki oddstætt, þannig að þetta verður ekki jafn einfalt. Aftur á móti set í öðru jafnstætt. Því ef ég set mínus z inn í set í öðru, þá fæ ég nákvæmlega fallið sjálft. Þannig jafnstætt var f af x, y, mínus z bara einfallega jafnt og f af x, y, z. Þetta það fallið sér jafnstætt. Það þýðir og þetta jafnstætt x jafnt á 0 og x y jafnt á 0. Það segja, hvort sem x pósitíft eða negatíft, þá fæ ég það sama. Hvort sem y pósitíft eða negatíft, þá fæ ég það sama. Hérna, í þessu. Þannig að í staðin fyrir að heilda yfir allan píramídan, þá get ég bara heilda yfir þann hluta píramídan sem hérna í fyrsta fjórðungi, það þess að fyrsta 8. hluta, þar sem x og y og z öll stærri en 0, og markvalda með 4. Þannig að þetta hér 4 sinnum það sem ég heildi yfir svæði ef að kalla þetta þetta svæði sem ég teiknaði hérna. Svæði af hluturinn, allir þessi fjórðungur úr píramída. Nú reynum þá að afmarka hvernig þessi píramídi hérna.
og þá þurfum við að afmarka x, y og z-ásnum og ég ætla að láta z-ásnum vera það sem afmarkar hérna með við planina sem er gefið þetta hann z er sem bara frá 0 og upp í 1 minus x minus y svo þetta fer í z-áttina í þessa áttina svo sjá hvað ég fást það í þessa áttina þá fer ég frá planinu z eftir 0 sem er hérna x, y planið upp í planið sem afmarkast hérna fyrir ofan þannig að skiptum við yfir segjum z er á bilinu 0 til 1 minus x minus y sjáðu, nú má ég skrifa x og y bara vegna þess að ég er í fyrsta fjórðungi þar sem x og y eru stærri en 0 og þá þarf ég að finna út hvernig x og y eru með hvort annað og þá best að teikna upp hérna þetta svæði í x, y planinu teikna það bara upp þá sé ég ok, ég er með hérna x, y planið mitt í x, y planinu fer í gegnum punktin 0,1 og 1,0 svo ég er að teikna hérna í raun og veru setja eftir 0 þannig að ég þetta setja eftir 0 þá fær ég punktin 0,1 og 1,0 hér við erum hér svæðið mitt er sem sagt svona og nú þarf ég að afmarka þetta svæði og ég hef tvo möguleika ég geti látið y vera að falla af x eða x vera að falla af y ég ætla að láta bara hérna ég ætla að velja mér að hafa y sem falla af x þannig að þá þýðir ég ætla að fara fyrst í þessa stefnu það er litla punkti sem er að færa sig fer frá línunni y eftir 0 upp í y eftir x þá er ég búin að afmerka allt þetta hér þannig að y fer frá 0 og upp í x fyrirgeðu því þarf að hafa rétta línu þessi hérna lína fyrirgeðu er línan y er eftir 1 mínus x auðvitað þannig að fyrir upp í 1 mínus x ok, þá er ég búin að afmarka allt þetta hérna sem ég teiknaði nú vil ég ekki hafa allt þetta svæði heldur bara akkurat þrýtingin sem er hér þannig að ég fer á x-ásnum þannig að x fara frá 0 og upp í 1 vegna þess að þetta er akkurat hérna það sem hann sker í einum þá get ég sett upp heildið mitt þá segi ég heildið hérna er ég eftir 4 sinnum heildið á x-ási frá 0 upp í 1 heildið á y-ási frá 0 upp í 1 mínus x og heildið á z-ási frá 0 og upp í 1 mínus x mínus y setja í öðru dz dy dx og nú maður að passa að segja að z er mörkin mín hérna einsta heildið augslanmörkin mín er hérna miðheildið og x heildið er hérna ysta heildið svo getum við reikna út úr þessu heildið nú erum við búin að setja það upp og við reiknum heildið fyrst með til z og setjum inn mörkin heildið svo með til y og setjum inn mörkin og heildir svo með til x og setjum út mörkin og endur með að þetta verður 1/15 og hér skiptir öllu máli mestu máli að setja upp heildir rétt og sjá fyrir sér svæðið og notfæra sér þegar föll eru oddstæð og jafnstæð